Nú ætlum við að renna okkur í annan hlutan af þriðja kaflanum úr bókin Eldsverð 1. Þessi kafli fjallar varma og veður. Varmi er orkuform. Varmi er mælikvarði á hreyfingu sameinda, hversu mikið þær hreyfast. Varmi er eitt form orkunar. Þetta er í raun orka bundin í hlutum í formi hita. Föst efni, vökvar og lofttegundir, þenjast út í hita vegna þess að þá fara sameindirnar að hreyfast meira. Þess vegna afstillist til dæmis svona gítar þegar við förum með hann úr hita inni og út, því að það strekkist á þeim og hann afstillist vegna þess að strengirnir styttast mismikið eftir því hvað þeir eru þykkir. En það er mismunandi eftir því úr hvaða efni hlutir eru, hvað þeir þenjast mikið út. Vatn til dæmis, við það að breytast úr vatni yfir í gufu, þá þenst það gríðarlega mikið út. Það veldur því að goshverir til dæmis gjósa. Þegar mannvirki eru hönnuð þá þarf að gera ráð fyrir þessu. Hérna sjáum við tvær myndir af brúnni við Arnarnesið og ef við horfum svolítið vel á myndina þá sjáum við að brúin fer inn í svona sæti hérna undir. Og ef við tökum þessa mynd og stækkum hana svolítið þá sjáum við þetta betur. Sjáðu þið, hún situr á svona sætum hérna. Það er vegna þess að hún þarf að geta dregist saman og þaðnist út og endarnir eru nefnilega ekki fastir við malbyggið. Heldur er svona bil hérna á milli, hér getur hún færst til. Þetta er ekkert margir sentimetrar sem hún færist til eftir veðri, en þetta er samt pínu. Ef að brúin væri föst í báða enda og svo myndi kólna, að þá gæti hún farið að springa öll upp og eyðilagst. Sama má segja svona rafmagnslínur. Þær eru lagðar þannig að það sé svigrúm fyrir þær til þess að lengjast aðeins í hita og dragast saman í kulda og það þarf að taka mið af því þegar þær eru lagðar hvert hitastigið er, hvort þær eiga að vera strekktar eða slakar sig. Því ef að þær eru lagðar í kulda þá þurfa þær að vera frekar strekktar því þær eiga eftir að slakna, eiga ekki eftir að styttast mikið, þetta í hvaða er kalt reyndar, og svo öfugt. Tvímálmur er stöng úr tveimur málmum sem að liggja hlið við hlið og eru alveg fastir saman. En þessir tveir málmar þenjast mismikið út og þess vegna bognar stöngin þegar hún hitnar og hún bognar alltaf í sömu átt. Það er vegna þess að málmurinn sem við skulum ímynda okkur að sé utan á beygist alltaf yfir hinn, hann þenst meira út, þess vegna þarf hann að fara lengri leið og eins og þið vitið að til dæmis ef maður er að hlaupa eftir hlaupabraut þá er ytri brautin alltaf aðeins lengri í beygjunum. Þetta er alveg eins, þarna verður ytri hringurinn aðeins lengri. Við nýtum okkur þetta til dæmis í svona hitamælum. Hér sjáum þið á bakvið, það sést kannski ekki vel, en er svona hringur og þetta er tvímálmur. Eftir því sem hann hitnar meira þá bognar hann meira og nálin færist til. Þetta er líka í hitastillum í ofnum, í straujárnum, flestum hlutum sem við þurfum hitastilla. Þá er það í raun tvímálmurinn sem að opnar og lokar á hvort það hitnar meira eða ekki. Þetta er líka í ofnum á húsum. Dagsdaglega notum við á Íslandi Celsiuskvarðan. Celsiuskvarðin var búin til þannig að það bara maður sem að tók hitamæli sem var ámertur og setti 0 gráður þar sem að vatn frýs, 100 gráður þar sem vatn fór að sjóða og skipti svo gráðunum þar á milli í 100 jöfn stig. Þannig fékk hann út Celsiuskvarðan. En Celsiuskvarðin nær niður í -273 gráður, -273,15 og ætlum að vera nákvæm. En mínusgráður í öllum útrenningum skapa vesen því leið og við förum að margfalda með mínustölu þá breytum við alltaf formerkinu og niðurstöðunum. Þess vegna tókum við Celsiuskvarðan og breyttunum yfir eitthvað sem kallað er Kelvinkvarði en hann byrjar í 0, þar er engar mínusgráður en hver gráða er alveg jafn stór. Þannig að þegar við breytum úr Celsius yfir í Kelvin þá bætum við 273 gráðum en ef við gerum þetta öfugt þá drögum við frá 273 gráður.
Minnsti hiti sem til heitir alkul, er mínus 273,15 gráður á Celsius en 0 gráður á Kelvin. Hitin myndast út af hreyfingu á sameindunum og við alkul þá eru sameindirnar orðnar stopp, þær eru hættar að hreyfast. Það er ekki hægt að fara hægar heldur en að vera stopp, en ef maður fyrir að hreyfast aftur og bak, þá er maður farin að mynda hreyfingu aftur og það myndar hita. Þannig að það er ekki hægt að fara neðar heldur en þetta. Efni þenjast út eins og ég sagði áðan þegar þau hitna og af því að þá eykst rúmmálið þeirra en massinn breytist ekki því að þau eru ennþá búin til úr sama fjölda frumeinda. Og ef við ímyndum okkur þessa skóflu hérna á þessari skurðgröfu í tölverðum hita þá þenst hún örlítið út en er jafn massamikil og þess vegna breytist eðlismassinn. Hann minnkar í hita, hann eykst í kulda. Á sömu ástæðum. Vatn er svolítið frábrugðið flestum efnum á þessu leyti. Vatn hefur minnst rúmmál við 4 gráður og er þar af leiðandi með mestan eðlismassa við 4 gráður. En vatn þenst út ef við hækkum hitan upp úr 4 gráðum eða lækkum hann niður úr 4 gráðum. Og af því að vatn er eðlisþyngst við 4 gráður þá er flest stöðuvötn 4 gráður á botninum og í raun ef við förum bara nokkra metra niður þá eru flest stöðuvötn sem eru nokkri metrar á dýpt eða dýpri er vatnið þar 4 gráður þar fyrir neðan. Lofttegundir þenjast meira út í hita heldur en vökva. Það er vegna þess að sameindirnar í lofttegundum eru yfirleitt á meiri hreyfingu og svo hreyfing bara eykst þess að þenjast þær meira út. Varmi sem er, eins og ég sagði áðan, orka bundin í formi hita og við flytjum varma með 3 leiðum. Varmaleiðinni er þegar það fer á milli fastra efna eins og í pottinum hérna. Varmaburður er þegar hann fer eftir vökvum eða lofttegundum eins og til dæmis hreyfist eða dreifist vatnið hérna eða með gufunni upp úr pottinum og svo varmageislun sem berst sem innrauð geislun til dæmis frá sólinni til jarðarinnar eða frá öllum hlutum sem að hitna. Ef við finnum fyrir hita þá er það varmageislun, getur verið pínu varmaburður loftið líka en allir hlutir sem hitna þeir gefa frá sér varmageislun. Við getum svo nýtt varmageisluna til þess að framleiða rafmagn sem við gerum með sólarrafhlöðum. Hitabrúsi er tiltölulega einföld smíð. Þetta er í raun og veru 2-faldur brúsi. Sjáum hérna inn í opið á hitabrúsa. En ytra byrðið hérna og innra byrðið liggi ekki alveg saman. Það er loftlag á milli. Og það er þetta loftlag sem að gera það verkum að varminn kemst illa inn og út því að loft leiðir varma illa. Og þess vegna lokast varminn inni eða úti eftir hvort við viljum halda því sem er í brúsanum heitu eða köldu. Ef við viljum halda því heitu þá erum við að loka varman inni. Ef við ætlum að halda því köldu þá erum við að loka varman úti. Það má alveg eins nota nefnilega hitabrúsa með sér á ströndina til þess að halda vatni köldu. En þá er þessu lokið.